ég ætla að kynna vídeólistamanninn Pippi Lothrist. Pippi Lothrist, hún fæddist 21. júní árið 1962 í Reykdal í Sviss og í dag einn þekktasti vídeólistamaður samtímans. Hún vinnur aðallega með vídeó- og hljóðinnsetningar sem fylla heilu sýningarrýmin og skapa sterka upplifun fyrir áhorfendur. Pippi Lothrist hefur sagt að hún kjósi að vinna með vídeóinnsetningar vegna þess að í þeim sé pláss fyrir allt. Málverk, tækni, tungumál, tónlist, hreyfingu, ljóð, tilfinningar og jafnvel ringlureið. Hún lítur á listina sem leið til að stuðla að þróun samfélagsins, hvetja hugann, skapa jákvæða orku og brjóta niður klisjur af fordóma. Í verkum hennar má oft sjá sterka liti, hægar og draumkenndar hreyfingar og blöndu af fegurð og undarlegum jafnvel óþægilegum stemningum. Eitt af hennar fyrstu og þekktustu verkum heitir I'm Not the Girl Who Misses Much frá árinu 1986 þar sem hún sést sjálf dansa og syngja línulagi Bítlana á meðan myndin er brengluð og litirnir ýktir. Í verkinu fjallar hún meðal annars ímynd hvernig í poppmenningu og hvernig konur eru sýndar í fjölmiðlum. Verkið er bæði ögrandi og kaldhæðið og vakti mikla athygli þegar það kom út. Annað mikilvægt verk er Sip My Ocean frá 1996. Það er stórt og yfirþyrmandi vídeóinnsetning þar sem má sjá hafið í skærum bláum litum og stórum skjám sem fylla rýmið. Hljóð og tónlist spila stórt hlutverk að skapa tilfinningu fyrir bæði fegur og kvíða. Verkið fjallar ást, löngun og mannlegar tilfinningar og lætur áhorfandann upplifa sig eins og hann sé staddur inn í verkinu sjálfu. Árið 2000 gerði hún einnig verkið Open My Glade sem var sýnt á stórum skjá á Times Square í New York. Þar þrýsti hún andliti sínu upp að myndavélinni eins og hún sé fest inn í skjánum og reynir að brjótast út. Með þessu leikur hún sér að mörkum einkarýmis og almenningsrýmings spyr spurningum hvernig við upplifum myndir á skjá í daglegu lífi. Ég valdi Pippi Lothrist vegna þess að verk hennar eru mjög sjónræn, litrík og áhrifamikil. Hún notar vídeó á skapandi hátt og blandar saman myndlist, tónlist og tilfinningum á einstakan hátt. Mér finnst sérstaklega áhugavert hvernig hún gerir áhorfandann að hluta af verkinu og breytir heilu rými í upplifun frekar en bara eitthvað sem maður horfir á úr fjarlægð. Það sem vakti mest áhugann hjá mér var Sip My Ocean vegna þess að það er bæði fallegt og dálítið órólegt á sama tíma. Litirnir og hljóðið hafa sterk áhrif og verkið sýnir vel hvernig vídeólist getur haft djúpar og tilfinningaleg áhrif á áhorfendur. Að lokum að segja að Pippi Lothrist hafi haft mikil áhrif á þróun vídeólistar. Hún hefur sýnt verk sín á stórum alþjóðlegum sýningum og tvíæringum víða heim og heldur áfram að skapa verk sem hvetur fólk til að huga að nýjum háttum, myndir, líkama, tilfinningar og samfélag. Já, og hérna eru heimildir og takk fyrir mig.